hátíðarsetning og byrjar Hvað þarna á millið þá? Það bara... Þú ekki bara yfir bara reikning? Veit þú segja bara gleðisögur og bransanum. Að vettfangi baráttunnar. Já. Það fá frambjóðendur ekki kynna sig aftur ef þau vilja. Jú, það á eftir. Það á eftir, já. Þetta slembivalið og síðan kynning á. En við kannski bara syngjum internationalum eða eitthvað. Við erum ekki að stela það af sósíalistunum, come on. Við erum ekki að stela því af sósíalistunum. Við erum komin að live Ég skal... Nei, við lefum þeim að eiga internationalum, við tökum þjóðsöng Sovjetunga næsta. Það miklu betur lag. Góðan daginn, kæru fundargestir. Nú erum við hérna á auka aðalfundi og þar sem við ætlum að fylla inn í framkvæmdaráðið. Og ég vildi bara byrja á því að stinga upp á fundarstjóra og ég tilnefni Hrannar. Einhver á móti því? Nei. Þá ætlum við líka að taka fundarritara og ég tilnefni Sunnu Rós. Einhver mótfallið því? Þá ætlum ég bara að leyfa Hrannari að taka við. Þetta einfalt í dag. Það er ekki mikil dagskrá sem liggur fyrir að velja með slembivalið í framkvæmdaráð sem við byrja á. Og það val fer fram til klukkan 4 og ég held að sé Sunna Rós sem muni stýra því. Fyrir það sem ekki vita þá er bæði fólk hér á staðnum og fólk út í bæ sem er með númer og síðan verður valið úr þessum númerum á random.org og það verður gert í klukkan 15:45. Klukkan 4 verður síðan kynning á frambjóðendum og við reiknum með 20 mínútum í það og 2 mínútur á frambjóðenda og síðan verður gert fundarhlé. Milli 4:30 og 5 verður tíminn fyrir önnur mál og síðan verður tilkynnt úrslit og kjörfundi lýkur klukkan 5. Þið, eins og við vitum öll að þá er kosið á x.piratar.is og kjörfundir er opinn og hægt að breyta atkvæðum sínum alveg þangað til að kjörfundi lýkur. En sérstætt 5 er tilkynnt úrslit og síðan höfuðkaffi og slítum fundi klukkan 17:30. Við gerum þá bara hlé og höfum bara open mic ef einhver vilji segja eitthvað. Og slembival verður nú gert og verður yfir lokið klukkan 4 og þá heldum við áfram dagskrá. Takk. Það er opinn mic og við þurfum að gefa Pétri orðið.
Já, mér langaði bara að segja svolítið út af því að ég kom inn í Pírata í ágúst og byrjaði þá að fara unga Pírata og svona og svo var beðið eftir sjálfboðaliðum fyrir aðalfundin og ég hugsaði, já, ég get alveg raða stólum og þá kom ég ljós að ég átti að skipuleggja aðalfundin. Þannig að eftir ég var búinn að gera það, þá var ég slembivalinn í framkvæmdaráð og út af ýmsum aðstæðum endaði ég sem formaður framkvæmdaráðs. Þannig að það gerðist svolítið hratt frá því að ég kom inn á unga Pírata bara út af því að maður skróli gegnum Facebook og sá event endilega komdu og að ég var orðinn formaður. Þetta er búið að vera rosalega gaman, þetta er búið að vera rosalega erfitt. Ég ætla ekki að bjóða mig fram aftur sem formann. Ég fannst þetta var góð reynsla og gaman að prófa þetta, en ég held að þetta er kannski ekki alveg fyrir mig. En ég vildi þakka rosalega fólkinu sem er búin að vera með mér í framkvæmdaráði, því ég veit að það er mjög mikið búið að ganga á og ganga á þau og mér finnst eins og þau hjálpuðu mér að geta skilið hvað við þurftum að gera, hvernig við þurftum að gera það og í hvaða röð og voru mjög skilningsrík þegar ég gerði villur eins og að segja upplýsingar sem maður átti kannski ekki að segja strax við ýmsa félagsmenn þegar það var kannski eitthvað var ekki búið að ákveða. Þannig ég er bara mjög ánægður með fólkið sem var með mér og ég bara takk fyrir. Ég vil að staða þessi punktina. Takk fyrir þetta var fallega sagt Pétur og ég ætlaði bara að þakka ykkur öllum sem hafi boðið ykkur fram í framkvæmdaráð og hafi starfað í framkvæmdaráði innilega fyrir að taka þetta að ykkur. Þetta er oft á tíðum erfitt, vanþakklátt og leiðilegt en vonandi líka einhverju leyti gefandi og spennandi. En ég held að við sem hreyfing þurfum bara og ég held að það er einbeittur vilji okkar sem allra sem ég hef talað við að við ætlum að fara að taka eins betur utan fólkið okkar sem við erum að biðja að leggja inn af höndum sjálfboðavinnu og hvað segir maður, gera þetta skemmtilegra og vera duglegri við það að treysta og hrósa og hvetja frekar heldur en annað og ég bara, ef ég ætti hatt myndi taka hann ofan fyrir hversu vel sýkjandi framkvæmdaráð hefur náð að gangi í gegnum frekar erfitt tímabil og þakka bara Pétri sérstaklega fyrir að hafa tekið þessi formennskuna á þessum tíma og það stóð sér virkilega vel og bara þakka ykkur öllum fyrir ekki. Ég þeim gott klapp. Takk fyrir þetta Alexandra. Mér hafa borist fréttir af því að slembivalinu er lokið og það sem kom upp var númer 3 og ég vil biðja þann sem er númer 3 sem er hér einhver í salnum að gefa sig fram. Já, til hamingju með hvað heitir þú þetta? Magnús heiti ég. Hvað er svona? Magnús Gunnarsson slembivalinn í framkvæmdaráði. Og klukkan 4 þá fer fram kynning af frambjóðendum. Þangað til verður opinn mikrofón sem fyrr. Magnús Kristján Guðmundsson. Mér fannst það svo ótrúlega þegar ég las þetta fyrst. Þú varum þar ekki að gera aðalfundin og svo er slembivalið í framkvæmdaráði og ég bara fattaði ekki, ég var að finna svona við vorum að rífast eiginlega hvað þetta var, ég getur ekki verið. Hlýtur að vera svona slembivalið sem ákveður svona kosningaskjól. Já. Það getur ekki verið slembivalið. Það er bara meikar sens. That's okay. Fyrir norðan og ég var annað smá
testa saman félagi og það fara að og eitthvað svona og það var bara svona, já, hvernig það var formaður? Engin vorum við ekki skiptum alltaf ekki sem hversu vítt og breytt þetta var og hvað þýttir síðan var ég bara í mars 2015 ég fór í eitt partí og hef ekki partí síðan Við vorum að tala þetta þegar nýja aðeitafélagum eru gerð nýja stjórnir, kannski bara eins og nýja stjórnir gerð þá, ég veit ekki hvernig þessum starfsmann rægt að hafa ætti þá bara að taka svona krass Já, það svolítið vantað, sko. Ég var með öllur ámynda á Spítal leikurinn í svolítið tíma, sko. En það sem var sérst kapsinn á undan á 2014. Það var bara, ég með ekki baka, það var bara alþingiskosningar, setjumkosningar, alls konar uppákomur og svo fór það upp í 40% í könnunum og 630 fjölmiðlar, nei, bara hellingar fjölmiðlar allan heim að fylgjast með hvernig var það kosningarnar? Munu fyrir þetta að fá bara stóra meirhluta á þingi og þetta var ekki búið svo þetta eða búið að það rosalega Já, náttúrulega mæntingar þar voru það fram allir getur það var ekki sett sér það var ekki stand betur þessu sko Þessum að setja þið aðriði Já Ok, ég var að byrja á fyrsta æfinni ég er bara búinn að fara tímskipt í rektina Let's do this Já Akkurat En varst þú þá formaður? Já, í fyrirtæma Norðlandeistra. Svo var ég í úrskurðarnefndinni 2017-18 og ekkert 18-19, bara almennir sem betur fer. Af því að það er úrskurðarnefnd, af því að það var eins saman hvað maður gerir. Af því að sko, ég var leiður vel skrifið og það er nógu skýr, það var þungt á ástæðanbegðu og þú veist, það er alltaf einhver sem fer inn, þú veist, sem að lendir í einhverjum klingu út af bara eins og þegar að sunnaðarna var í úrskurðarnefnd. Já, hann var sunnaðarna skrifstofustjóri eða skrifstofustjóri hans. Já, hann var ekki ráðinn eftir réttu verðin og var látið fara, semst út af því og svo bara ráðinn eftir því. Gert rétt. Ég er svolítið ánægður með þetta, þetta viðtal einmitt að það sé bara svona klipp og skóði. En þetta er svolítið tvíkasögn, bara eins og með þetta snækjum. Mest ekki gengt þetta. Hvað er gerst þetta? Já. Þú veist, það hefði sko þess vegna er Björnlefi í Þórhallsson og allir sem heiminn að vera svona betri og eiga innistæðu fyrir því af því að þessi kultur er svona hjá kýrnum. Þú veist, það er bara reglur, það er og þeim bara fyrir bara eiga svona engir hagsmunum, það er reiknað, alltaf eins minnst. Og þetta er svona versti flokkurinn upp á svona byggingagjörn sem finnst alveg frá. Ég finnst að ég var í því sko, ég hef alveg komið niðurstöðu. Hvort það finnst það svo í bara út af borðslastum. En halda síðan frá pólitík og kostningu kannski alþingismaður gerir eitthvað bæjarstjórn undir sama flokki sko. Veit ekki, er það kannski er það leið sem er að fá endurlít fólk veit hvað hann gerði en veit samt hjá því. Þannig kannski er það leið. Ég vil segja að maður er lægi á þeim fórsendum af því að þú veist, fólk er góð af einhverjum ít af einhverju, þú færir umboð og svo gerir hann eitthvað sem engin bjóst við þannig að missir umboðið framlegandi og þarf að endurnýja með einhverjum
Það besta að bara hætta og byrja bara. Ef byrjar ekki að vera bara eins og síðan það byrjar bara kakkar í barn. Það er líka Hefði flokk volkast ekki reykfjöld, þá var það ekki segla. Og Inga er bara eitthvað. Og sjálfstæðarflokkurinn bara lokað með fyrir sem hello slaves. Það eru svo margir flokkar leikir núna. Það er svo mikið. Hvað var það ekki semstu sem skil svo svona en bara system var ekkert hann með flokki í huga sko. Það veist ekki að það er dýrundar samstæðar framsög flokkur fólksins með flokkur viðreist og og líka pílu líka. Það er svo sem ekki náttúrulega. Ég fór alltaf í, ég er búinn að fara inn í bíðuna og ég fór síðan Alþingi þegar það var opið og þá fyrir fór ég að sjá þarna herbygginn sjálfstæðsflokkurinn að vera í þeirra staðista herbygginn og að vera í því síðustu og 30 ári og halda því og þarna fyrstu herbygginn sem Ínus og þarna við það svo ekki bara hand og þeir eru með pírundum er svona mataðstæðan fyrir sundlaugaverðin. Já, sem er næst. Já, ég sá það. Það er svipað eins og CIA er að gera. Það er svona magic. Það var að koma fram. Það er svo lefnir með það.